Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við ætlum að ræða Evrópu eða við ætlum að ræða álit ríkisstjórnar Donald Trump og hans sjálfs á Evrópu. Það náttúrulega eins og við höfum komið fram hér á Rauðaborðinu áður og í fréttunum okkar. Þá var hún ansi skrautleg þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna og kannski ekki síst kaflinn Evrópu, þar sem Evrópu lýst sem hnignandi efnahagskerfi sem þurfi að rífa sér á rassinum eins og sagt er. Helsta meinið í Evrópu Evrópusambandið sem heldur aftur að vilja þjóðanna og svo náttúrulega innflytja þetta stefnan sem að leiða til siðmenningarlegrar útrýmingu sem að innan við 20 ár getur orðið þess valdandi að sum af þeim löndum í Evrópu sem í mestri hættu fyrir þessari vá sem að Trump og hans menn sjá að það getur bara brotnað niður þessu lönd og ekki orðið mjög álitlegir bandamenn Bandaríkjanna í framtíðinni. Þetta svona, ég held að aldrei komi önnur eins kveðja frá ríkisstjórn Bandaríkjanna til Evrópu áður. Þannig að þetta sömulegt sögulegt að því leyti. En hingað kominn Thomas Möller sem verkfræðingur og stjórnarmaður í Evrópuhreyfingunni. Hvernig var þér við þurfast að lesa álit pappa Evrópu? Það var nú einhverjir var ekki framkvæmdastjóri NATO sem kallaði hann pappa Evrópu. Já. Þetta ekki gott fyrir börnin að koma að hlusta á þetta. Kvöldur á boði. Svo hann sagt mér þess eftir þetta. Hann hafi hringt í leiðtogana og hellt sér yfir það. Já. Og þessu aumingjar. Lúserar. Sem versta skammarirði sem að Donald Trump getur ímyndað sér. Það vera lúser. En ég segi, svona tala maður ekki við bandamenn sína. Nei. Þetta er ekki í lagi. Nei. En ef við aðeins bökkum tilbaka þjóðaröryggis stefna, National Security Strategy, kallar þetta. Þetta er eitthvað sem kemur út yfirleitt þegar nýir forsetar taka við. Og ég var að lesa þetta í morgun að hún er 33 blaðsíður. Þetta er nú ekki meira. En Nei, þeir stærra þess að því hafa stytt þetta. Ég held að hafi síðast verið eitthvað næstu 70 blaðsíður. En með því að henda út öllum sem gildum sem að Bandaríkin áttu að vera innleið út allan heim og öðru svona kjaftaði, líberal kjaftaði, að þá þarf það ekki að hafa þetta lengra, segja þeir. Nei, það er kostur við það, en það er búið að vera að vinna að þessu í marga mánuði, segja þeir, og allt í einu datt hún út bara miðnætti og hent út nótt og víst búið að vera mikil átök þessa skýrslu. Það er ekki einingin í ríkisstjórninni, meinarðu? Já. Nei, það er nú verið augljóst og það er eiginlega tvær utanríkisstefnur sem reknar inn í þessari sömu ríkisstjórn. En þetta er ekki allslæmt plagg. Menn eru sammála það víða sem eru að greina þetta er ekki allslæmt. Kostirnir við þetta náttúrulega, nú veistu hvað Trump-stjórnin ætlar að gera. Þú hefur það þá hreinu. Næstu 11, ég var að telja, hann á 1135 daga eftir kallinn. Ef hann gerir það sem hann segir þetta að gera. Já, svo er náttúrulega vandinn við stefnumótun, ég þekki það bara úr fyrirtækjarekstri. Mesti vandinn er að koma stefnur í framkvæmd. Það er ekkit víst að þetta verið sett í framkvæmd. Þetta er það mikla breytingar. En þetta er ekki alls slæmt og ég var að skoða Þá byrjum við á því að telja upp það sem er gott í þessu. Ef aðeins að ræða það sem sagt ekki alls slæmt segja nokkrir. Það er dálítið minnst á sovereignty, fullveldi þjóða. Það er raunin verið að viðurkenna fullveldi þjóða. En það er, og Bandaríkin ætla ekki að verða lögregla heimsins. Og þú séu hvaða afleiðingar það hefur haft frá stríðslokum, frá seinni heimsstyrjöld. Lögga heimsins með þessum skelfilegu afleiðingum víða. En samt, Thomas, þá segist hann eiginlega í þessari stefnu að ætla að skipta sér að því hvernig stjórnvöld verða í Suður-Ameríku og þá má eiginlega skilja hann ætla að gera það sama í Evrópu. Það sem að benda á svona tiltekna flokka sem eru vonanisti í Evrópu, sem eru eiginlega bandamenn hans, hann er ekki bandamenn en er ekki ríkin, heldur tiltekin hugmyndastefna í Evrópu. Og hann segist alltaf að skipta sér að hverjir Já, hann hertók olíuskip í gær í Venezuela. Þannig að það er eitthvað lögregla, það er einhver lögga í honum. Sjórán. Sjórán, já. Og í þessari stefnu er mikið talað valdajafnvægi, balance of power í staðin fyrir valda samkeppni sem hefur varið í fyrri stefnunu. Samkeppni völd. Þannig að það er svona
svona smá friðarbrot í þessu og En í því samhengi, það sem hann að tala að því að áður hafði verið í stefnunni eða bara, sem hann notið tungutak Bush yngri, öxulveldi hins illa sem voru Íran, Norður-Kórea og Kína og svo Rússland svona kannski undanfarið. Þetta allt farið. Þannig hann ætlar bara að semja við Rússa, hann ætlar að semja við Kínverjana, svona business við allt saman. Þannig það auðvitað það, og ég heyri það margir í Evrópu og segja, býtu, voru við ekki í alls konar átökum út allan heim, til þess að alríkisstjórnir og fleiri áttu ekki að vera óvinir Kínverjana og Rússana og fleira vegna þess að þetta voru ekki nógu góð stjórnvöld. Nei, þetta sko, eins og segi, plúsin við þetta þarna, það svona ákveðin friðartónn, það svona power influence, hann mikið talað svona áhrifasvæði og eitt sem að kemur þarna fram, að dreifa byrðinni af herkostnaði og það strax kannski bara komin tími til að Evrópa taki á sig byrðina. Ég fagna því, já. Og ég meina Bandaríkjamenn frá seinni heimsstyrjöld hafa þeir bara séð NATO nánast og þeir hafa séð nánast alla þróunaraðstoð í heiminum, stóran hluta þróunaraðstoð. Þeir bara segja, nú verðið að dreifa þessu, þið verðið að taka þátt í þessu líka. Það bara jákvætt og ég held að þetta styrki Evrópu að taka meiri þátt í þessu. En það sem meiri þátt í þessu sem það getur alltaf verið óbreytt NATO. Sumilítið má segja orðað þannig að Bandaríkin, þeir réðu við þetta meðan að NATO var eins og það var eftir stríðsárunum. Þegar það voru kannski álíka margir sem bjuggu í Evrópuríkjum NATO og bjuggu í Bandaríkjunum. Núna búið að stækka NATO þannig að það eru tvöfalt fleiri Evrópubúar í NATO heldur en Bandaríkjamenn. Þannig að kannski þá bara fyrir sig að þeir myndi ekki ráða við það til lengdar. En þeir réðu öllu. Þeir sáttu við endan á borðinu og sögðu bara hvernig hlutin þetta vera. Sumilítið útvistaði Evrópa utanríkisstefnu sinni til Bandaríkjanna í meira mæli á undanfarið. Það var eiginlega meiri sjálfstæði í Evrópu 1980-1970 heldur en hefur verið undanfarið. Það má segja það, en á móti kemur... þá spurningin þegar að Evrópa fyrir að borga, ætlar Evrópa þá að reka sömu utanríkisstefnu og Bandaríkin höfðu látið þessi leppríki sín reka? Ég veit ekkert það, sko, en hins vegar Bandaríkjamenn ekkert að borga neitt í Úkraínustríðinu núna, nánast ekki neitt. Evrópa sér alveg það og ég held að sé bara ágætt að hugsa þannig að Evrópa getur kannski bara lifað án Ameríku. Heldur að Evrópa getur rekið Úkraínustríði áfram án Bandaríkina? Já, þeir verða bara að gera það. Það ekki margir í Evrópa sem trúa því. Jú, ég meina, Evrópa, sjáðu bara hlutföllin hérna. Bandaríska hagkerfið 30 trilljónir dollara. Evrópusambandið næst stærsta hagkerfi í heimi, 20 trilljónir. Síðan kemur Kína. Rússland 2 trilljónir. Rússland minn en Ítalía. Þannig að sko hagkerfi ef þú telur sko bara í krónu á móti krónu en oft þetta nú borið saman í svona hvað þetta að kaupa fyrir peningana. Þetta bara þá Kína stærri en Bandaríkin og þá náttúrulega Rússland stærri en Ítalía. Já, ok, en þjóðaframleiðslan Evrópa með Bretlandi og með þeim löndum sem ekki í Evrópusambandinu, þetta bara sama á Bandaríkin, 30 trilljarðar dollara. Þannig að ég hef bara segið Evrópa hefur alveg efna á þessu og Evrópa bara gengur vel. En akkur ætti Evrópa reka utanríkisstefnu Bandaríkina? Nei, ég ekki að tala Evrópa rekur bara sína sjálfstæðu utanríkisstefnu og sérstaklega núna. Hún hefur ekki gert það. Nei, þetta kannski bara þetta verður spark í rassinn á Evrópu að vera bara með sjálfstæða utanríkis- og varnarstefnu. Hún hefur elt Bandaríkin í að skapa tóma glundroða í Miðausturlöndum. Kannski eru þeir tímar að líða undir lok núna. Ég held þetta sé nefnilega gott plagg fyrir Evrópu þó að sko það minnst 48 sinnum á Evrópu í þessu plaggi og versti kaflinn í þessu allir sammála það að versti kaflinn í þessari skýrslu Evrópukaflinn. Hann bara fullur af rasisma og einhverju óvildi gagnvart Evrópu eins og þú sagðir áðan. Evrópa bara hverfa af því að það svo mikið af innflytjendum. Það eru 50% fleiri innflytjendur í Bandaríkjunum en í Evrópu. 50% meira. Ég var bara að leta því upp á hann.
60 milljónir á móti 40 milljónum í Evrópu, þannig að sko innflytjendavandinn miklu meiri í Bandaríkjunum. Þeir ættu að vera að útrýma sinni siðmenningu. Við þekkjum það bara í umræðu efnahagskerfi í Evrópu og Bandaríkjana, en það ekki svo langt síðan að það var talað það styrkleiki Bandaríkjana væri fjöldi innflytjenda. Ég meina, sjáðu í Evrópu, mesti hagvöxtur í Evrópu núna Spán, Portúgal, Ítalía og Grikkland, þar sem mest af innflytjendum. Þannig að sko við megum ekki gleyma því innflytjendur á Íslandi, við erum sko 17% Íslendingar innflytjendur, 15% Bandaríkjamanna, 10% Evrópubúa. Þannig að hér á Íslandi hefði ekki orðið neinn hagvöxtur ef það hefði ekki verið hér fólk að koma í gegnum EES-samningin. Þannig og hagvöxturinn á Íslandi per mann hefur ekkert verið neitt síðustu ár. Við hefum verið með minni hagvöxt en Evrópa. Það hefur ekki aukist hagvöxtur á mann á Íslandi. Það hefur ekki aukist hagvöxtur á mann á Íslandi. Nei. Og margir hafa gagnrýnt það og meðal annars má taka hluta af svona kennisetningum Trump sem það að ef þú ætlar að keyra áfram á innflytjendum hagvöxtin, að þá heldur það niður í launakjörum og almenningur setur ekki betri kost þó svo að hagvöxturinn haldi áfram í heildina. Þá heldur það niður í kjörum almennings og þess vegna þurfum við að takmarka innflutning á innflytjendum. Ég bara að segja hvernig hugsunin hans Þess vegna þurfum við að takmarka innflutning á innflytjendum til þess að bæta hag þeirra sem að fyrir eru. Þetta vill hann flytja yfir á Evrópu. Þetta stefna sem hann segir þurfa að reka heima fyrir. Sko það kemur fram að í þessari stefnumótun sko. Það hvergi minnst á að Rússar beri ábyrgð á Úkraínustríðinu og sko það er talað að NATO megi ekki stækka. Það frekar öfugt því hann segir að útþenslu stefna NATO sem orðfæri sem að NATO sinnar í Evrópu hafa ekki viljað notað, heldur Rússar hafa viljað nota. Hann segir að nú sé það stopp. Já, sko, hann segir bara að það verður engin stækkun NATO, minni stuðningur til Evrópu við Evrópuvarnir og hann vil styðja ultrahægri svona European Patriotic Parties. Hann vil bara senda stuðning og peninga. Og sko, ég veit ekki hvað búið að taka upp margar kampænslöskur í Kreml síðustu daga. Ég held að sé stöðustraumur af kampavinni. Og kaviar kannski? Kaviar líka. Putin fagnar þessu plaggi endalaust og það eins og kemur þetta fram, Rússar bera enga ábyrgð á innrás í Úkraínu, hugsaðir. Og en það aðal hættan í heiminum, hætturnar sem stafa Bandaríkjunum. Hann ekki mikið að fara í því ábyrgðin, hann ekki að tala að Bandaríkjumenn beru höfuð ábyrgð á flótta frá Miðausturlöndum til Evrópu. Hann ekki að fjalla ábyrgð. Nei, en hann segir að það eru 3 ógnir. Bandaríkjunum ógnað frá 3. Það eru 3 atriði sem ógna Bandaríkjunum. Það sko ekki Rússar og það ekki hryðjuverkamenn. Það sem sagt glæpir, eiturlyf og mass migration kallaði það, fjölda fólksflutningar. Og fólksflutningar eru aðal ógnin við Bandaríkin. En samt eru náttúrulega þessi fólksflutningar til Bandaríkjana eru svona grundvöllurinn að iðnaði og landbúnaði í Bandaríkjanum. En hugsa að líta, þetta svona hálfgerður rasismi sem kemur fram í þessari skýrslu. Bara eins og núna kallar hann Sómalíu fólkið garbage. Bara allir sómalar í Bandaríkjunum eru úrgangur. Þetta bara ónýtt fólk sem kemur frá ónýtu landi og það var bara að fara heim og reyna að laga það sem að mun örugglega ekki geta það fyrir þess að aldrei verið almennt land Sómalía. Sko við erum að tala landi sem búið að vera númer 1 í heiminum lýðræði, jafnrétti og fleira. Þetta land með þessari skýrslu að fara svona í algjört svona einhvern bakgarð, eitthvað svona sem að ég bara skil ekki en móti kemur. Þetta ekki nema 1135 dagar eftir þessu. Hvað heldur að breytist eitthvað? Nei, sko það þegar byrjað að skrifa, það kom fram á netinu í morgun, það þegar byrjað að skrifa næstu strategíu sem tekur við þegar Trump hættir og hún reyndar verður. Það sagt að hún mun innihalda svolítið á þessu líka, eins og bara dreifa byrðinni, þeir vilja gera meira. Bandaríkin drægis út sem lögregla heimsins, það verði áfram, en miklu betri umfjöllun Evrópu og það bandamenn og að það verði miklu mildari tónn í þessu, en hugsaðu ykkur eins og þetta
að kalla Evrópu sko civilizational suicide kallar þetta sko hver samdi þennan kafla bara hellinga fólki í kringum Trump þessi kafli, hann svo gjörsamlega á skjön við alla hina kaflana bara hellinga fólki í kringum Trump sem eru það sem að var að kalla sko hvítir, kristnir yfirburðahyggjumenn og þetta bara þeirra sjónarmið, þetta eru rasistar og það er verið að reka þá stefnu í Bandaríkjunum útlendingahatur stefnu og það er verið að brjóta niður ávinning af mannréttindabaráttu undanfarna ára, hvort sem að snýst af konum eða svörtum eða innflytjendum eða samkynhneigðum eða transfólki, það er verið að snúa þessu við til þess að þeir trúa því að þetta sé að eitra samfélagið, þetta sé óvinir innan og þeir verða að hreinsa samfélagið að þessu til að samfélagið geti risið upp og orðið hreint og fallegt. Það er saman vilja að sjá gerast í Evrópu og þeir sjá skoðanabræður þar. Þetta er náttúrulega bara tónn sem að heyrðist á 4. áratug í Evrópu og ég menna ég var að lesa ævisögu Kissinger sem hefur nú átt skrautlega feril í sjálfu sér. Hann ólst upp sem gyðingur í nasista Þýskalandi og hann sá hvað valdið gat eyðilagt líf margra og hann sagði hættulegasta við allt þetta hér er þegar menn fá ómikil völd og Trump er náttúrulega að sanka að sér völdum, hann er með dómarana, hann er með sko völd sem aðrir forsetar hafa bara ekki haft. Stýrir landinu með tilskipunum. Það eru orðna núna hvað 300 tilskipanir og talar eins og hann í gegnum hann komist almannaviljinn í gegn. Hann hefur ekki trú á svona lýðræðiskerfinu. Það er lýðræðiskerfið tryggið að vilji almennings komi fram. Hann er eiginlega á því að lýðræðiskerfið veldur því að hann komi ekki fram. Því það eru elítur sem að yfirtaka alla stofnanir samfélagsins, þess vegna sem betra að hann mæli bara fram þjóðarviljan. Gagnrýni á þessa skýrslu, fyrst og fremst Evrópukaflinn, skelfilegur, fólksflutningakaflinn og þetta útlendingahatur. En svo nefna menn hérna nokkra kosti, það er ekki minnst á Grænlandi eða Kanada sem hann er búin að vera að reyna að ná í, en það er ekki minnst á það eru ákveðna friðarumleitanir og hann tala mjög varfærnislega Tævan. Tævan náttúrulega er búið að vera mjög erfitt mál, Bandaríkin, Kína og Tævan og þarna hafa menn haldið að gæti orðið ófriður en þarna í skýrslunni er farið mjög diplomatískum orðum Tævan sem er ákveðin kostur. Þannig og hann vil ná stöðuleika í samskiptum við Rússland. Nú aðeins að þú nefnir Kanada og Grænland. Kaflinn Ameríku, hann fjallar það að Ameríkurnar eigi að verða ein heild pólitískt því hann ætlar að koma sínum mönnum að völdum hernaðlega það sé bara eitt ríki sem er og viðskiptalega sem hann ætlar að íta að því að í mörgum af löndunum í Suður-Ameríku hafa eiginlega meiri viðskipti við Kína núna heldur en við Bandaríkin en hann ætlar að snúa því við. Já, Kína er nánast að eignast Afríku núna. Hann var alveg saman það er að kemur fram í þegar að myndi eftir Afríku í lokin Afríka var mjög stuttakafla. Já, hann er bara að gleyma Afríku sem er strategískt mjög slæmt fyrir Bandaríkin. En hann segir líka samband við Ameríkunar að þarna munum við hafa auðlindir og fágæta málma og fleira. Og ég gæti ekki hugsað þegar ég var að lesa þetta. Þetta er ástæðan fyrir áhuga hans á Grænlandi. Það er hugsanlegt, já. Og það að Kanada verði fylki í Bandaríkjunum. Það er bara minnst á auðlindir norðurslóða í þessu plaggi eins og til dæmis að hann og í friðaráætlun hans Úkraínu það er bara vill að fá hlut í auðlindum norðurslóða. En það er eitt sem við í Úkraínu manna, það varst ekki að segja það? Nei, bara norðurslóða. Já, en hann segir það og líka Úkraínu, já. Hann ætlar að taka helminginn af arðinum af auðlindum landsins fyrir það sem að Biden hafði látið fá til varnar. En það sem við getum kannski rætt núna er svolítið þetta innan Evrópukafla og eins og við sagðum það er 48 sem minnst á Evrópu. Þetta er sko utanríkisstefna Bandaríkjanna en það er Evrópa er aðalmáli hjá honum. Það er einhver svona obsession, einhver svona, hvað segir maður, bara, hann er með Evrópu á heilanum, að þarna sé alltaf fara til fjandans og hann er að vill styðja við öfgarhreyfingar í Evrópu, hann vill leysa upp stofnanir Evrópusambandsins. Þetta er náttúrulega mjög alvarlega afskipti af fullveldi Evrópu og Evrópusambandsins og þetta kannski en Evrópa lætur þetta yfir sig ganga, ég meina Nei þetta sé kortnið sem fyllt í mælinni viðbröðin eru mjög sterk og bara ég hef ekki gefið út bara heilu doðrandana ummæli leiðtoga Evrópu Trump
hvurslags snillingur hann er. Já, það nú ekki Big data. Já, ég held að Messi að vakna svolítið núna við vondan draum, sko. Carl Bildt sagði í gær. Flestir vöknuðu fyrir löngu síðan. Akkur eru leiðtogar Evrópu sem ekki að vakna? Það tekur tíma. Carl Bildt sagði í gær, sko, þessi skýrsla hægra megin við öfgahægri. Þetta svolítið sterk orð hjá þessum sænska stjórnmálamanni. En Evrópuþjóðirnar hafa ekki gert neinar athugasemdir við það að hann sé að brjóta niður lýðréttið í Bandaríkjunum. Evrópuþjóðirnar hafa ekki gert það. Nei, við nokkuð verið að skipta okkur af því. Ég meina, þetta innanlandsmál hjá honum. Ég meina, við höfum bara nóg að gera hér í Evrópu að standa vörðum okkar gildi. Ég veit það ekki. Ef Evrópa þykist verið að berjast fyrir gildum í meðan þessi Úkraínu og þeir voru í Afganistan út af einhverjum gildum og þeir tóku þátt í Íraksstríðinu flesta af þessum löndum út af einhverjum gildum og þeir eru verið alltaf fullu út af einhverjum gildum. En það með að þú ekki gilda líka Bandaríkin. Jú, það má kannski segja það. En ég segi bara að þetta mál bara tækifæri fyrir Evrópu. Við Evrópusinnarnir sem að viljum að við tengjumst Evrópu betur að núna bara þéttu við ræðnar og Evrópa bara kemur sterkari út úr þessu. Við förum að efla okkar öryggismál og þétta ræðirnar og eins og ég segi, Evrópusambandið bullandi tækifæri fyrir Ísland og þessi skýrsla bara bullandi tækifæri fyrir Evrópu að taka sig á og efla sig og þétta ræðirnar. Þá ætla ég að fá að spyrja hérna Evrópusinnan svona út frá þeim tón sem þarna slegið í skýrslunni. Það sagt að Evrópusambandi þessi dragbítur á Evrópu sem kemur í veg fyrir það að vilji þjóðanna nái fram. Það sé ólýðræðislegt og nú ég náttúrulega að blanda saman líka það sem hann búin að vera að segja í kringum þetta. Það ólýðræðislegt vegna þess að þar stýra bara einhverju kommissarar sem að ná kjöri, eru kosnir að fá samþykki í Evrópuþinginu en það eru einhverju flokkabandalög sem að þar stýra og oft það kristilegi demokratar í Þýskalandi sem að kannski stýra stæðstu flokka heildunum og ráða því og þess vegna eru við kannski oft með slíkt fólk í forystu. En þetta fólk sem að síðan samþykkir alls konar hluti sem að ganga bara þvert á vilja almennings en þjóðirnar og þess vegna vill Trump hvetja til þjóðirnisflokkar nái árangri til þess að draga úr völdum Brussel svo að Evrópa ná að rísa upp. Hvað segir við þessu? Ég náttúrulega algjörlega ósammálaður með þetta að bírókratana og kommissarana. Fyrsta lagi Evrópuþingið, það kosið á Evrópuþingið í lýðræðislegum kosningum. Þetta eru þingmenn frá löndum. Þegar við göngum hann inn, þá fáum 6 þingmenn af 727 og við munum, það eru 5 blokkir í Evrópuþinginu. Það engin lönd að kjósa gegn löndum. Það vinstri blokkin, hægri blokkin og við munum lenda hérna inn í miðju, frjálslyndrum miðju. Ísland mun bara bókstaflega vera í meirihluta hópi á Evrópuþinginu. Ekki þegar Úkraína gengin inn. Við fáum við munum, ég algjörlega samfærður, þjóðinni skynsum. Og þannig að við munum fara þarna inn með þingmenn og við verum í ráðherraráðinu. Við verðum reynda með eiginlega ótrúlega mikil völd, 6 þingmenn, við fáum 1% þingmanna, við erum 1% af Evrópu, við erum eins og Grýtubakkarhreppur á Íslandi, en samt með 6 þingmenn. Þetta samt svona eins og smáskammtarlækningar. Þetta bara lýðræðislegt afl, þetta ótrúlegt, þetta samvinnuhreyfing. Ég held að þú verður hrifinn af samvinnuhreyfingu. Ég að vitna í Trump ég er að spyrja eins og Trump myndi spyrja. Okay. Og hann að segja að þetta vandamál í Evrópu og sem við þekkjum það eru átökun í flestum löndum hversu mikið Brussel á að ráða og hversu mikið þjóðþingið á að ráða og hvort við ráðum okkar eigin ferð eða hvort við þurfum að kyngja einhverju línu frá Brussel. Þetta átök sem út alla Evrópu og hann að segja að ef Evrópa ætlar að rísa upp að þá verður að losa sig við Evrópusambandið sem skapar tregðu gagnvart tækniþróun og öðru slíku. Hann náttúrulega að tala fyrir hönd stóru tæknifyrirtækjanna og Evrópa að setja þröskulda í veginum og ef það gert þá mun það draga úr hagvexti í Evrópu til lengri tíma. Lausnin svo að þjóðríkin fái meiri völd til þess að finna bestu lausnir fyrir sig og þannig muni skapast mestu tækifæri fyrir Evrópu. Ekki það að koma lína frá Brussel, heldur að Ungverjarnir reyna eitthvað og Þjóðverjarnir reyna eitthvað og Ítalirnir reyna eitthvað.
En þetta náttúrulega bara, Trump bara að hugsa rassinn á sjálfur sér, sem dálítið stór. Og Bandaríkin eru bara að hugsa sína hagsmuni. Þetta ekkert flókið. Það er betra fyrir Bandaríkin að Evrópa sé sundruð. Já, fyrir Trump. En þegar sá sem tekur við á Trump, hann mun breyta þessu aftur. Ég alveg samfærað það. Trump bara, hún illa við Evrópu. Hann talar illa leiðtogana, gerir lítið úr Evrópusamstarfinu og segir bara, eins og hann segir, að Evrópa bara að líða undir lok. Þvílíkt og annaðins bull. Evrópa blómstrar í dag. Það hagvöxtur í Evrópu. Það meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum. Nei, ekki. Já, ok, í Bandaríkjunum, en það aðalega út af þessum 7-8 stóru, allur hagvöxtur í Bandaríkjunum og verðmæti hlutabréfa kemur frá þessum stóru 7 sem reyndar mjög brotætt fyrirtæki og það greining á netinu þessi 7 stóru. Þetta mjög brotættur hagvöxtur og Bandaríkin eru náttúrulega gríðarlega skuldsett land, háir vextir þarna og það verið að tala að það sé mikil vandamál í mörgum iðgreinum í Bandaríkjunum bara út af þessum tollum, mikil verðbólgu spenna í gangi. Þannig hagvöxtur meiri þarna. Við getum ekki deilt það eru Evrópusinnar meiri sem að viðurkenna það að það hefur verið svona efnahagsleg lægð í Evrópu mörg undanfarin ár. Þýska vélin, hún höktir. Ég er ekkert að, ég held þetta væri bara almennt viðurkennt. Þú vilt halda því fram að það sé bara bullandi hagvöxtur. Ég sagði Evrópa blómstrar. Þetta snýst ekki bara hagvöxt. Nei, við erum að tala hagvöxt. Það snýst menningu og heilbrigðiskerfi, lýðræði, jafnrétti. Þar Evrópa fremst í heiminum. Það eru búa 500 milljónir manna. Og það lífsgæði mælast best þarna. Ég meina, þú þekkir þetta bara út að ferðast til Evrópu. Ferðu mikið til Flórida eða ferðu til, Arizona. Þú ferðu til Evrópu þegar þú ferðast. Nánast flestir Íslendingar fara til Evrópu til að sækja menningu og matarlist og svona náttúru. Þetta þess að segja og sem þú ert að vitna í. Þetta svona einhver skrítin áróður frá til dæmis Heimssýn sem alveg furðuleg samtök sem að dæla hér út. Ég er að tala út úr þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna. Já, en ég er að tala þetta bara ekki rétt sem þetta að segja að það hagvöxtur í Evrópu. Tómas, við skulum hafa leikið þannig að ég ber undir þig eitthvað af því sem kemur fram í stefnu Trumps og þú svarar það, ekki svarar eitthvað annað. Hann segir og vitnaði, og ég held að segja ekki nágreiningur það er búið að vera efnahagsleg lægð í Evrópu, þú kannast við skýrslunum og fleira. Það verið alla ríkisstjórnir í Evrópu tala áherslu á það að þurfa að leggja meiri áherslu á tækniframfarir svo Evrópa drægist ekki aftur úr. Ég held að þetta veri bara viðurkennt. Evrópa í vissum vanda. Þetta að breytast núna. Það áhersla núna á frumkvöðlastarf, nýsköpun, fækkareglugerðum og það verið að... Það minni neytendavernd. Nei, að fækka reglugerðum sem að stöðva til dæmis frumkvöðlastarf og nýsköpun. Það ekki verið að draga neitt úr neytendavernd eða vinnuvernd eða jafnrétti. Það frekar að eflast, en það svona, við vitum að það eru reglugerðir sem eru kannski komnar og langt í að hefta, bara viðskiptafrelsi eða frumkvöðlastarf, það viðurkennt og Draghi skýrslan kom inn á það og löndin í Evrópu eru að taka á þessu. Trump myndi taka undir þetta og segja að þá ætlar að létta á kvöðum sem Evrópusambandið hefur sett á stóru tæknifyrirtækin, en ég get sett Musk það, hann með bara láta X vaða yfir Evrópu. Þú sér nú hvað Evrópusambandið að gera gagnvart þessum stóru, það verið að sekta þá milljarða. Og sjáðu eins og í Ástralía var bara að loka Facebook og samfélagsmiðlum á 16 ára yngri. Það ekkert ólíklegt að svoleiðis komi í Evrópu líka. Ég ekkert frá því. En hins vegar vald þessara samfélagsmiðla náttúrulega gífurlegt og Bandaríkjamenn hirða allar upplýsingar af okkur og við fáum ekkert í staðinn nema eins og þú veist. Hann tekur dæmi að öðru í sambandi við efnahagslega lægðin. Hann talar Evrópusambandið, eitur árið af því og minni völd þjóðríkjanna. Hann talar líka mistökin á því að hafa skilgreint Rússa sem óvin sinn og hætt að kaupa orku þar og tekur dæmi að það mjög sérstakt
svona sérstakasta dæmið í skýrslunni sem það að ég held þessu Volkswagen sem að reisa verksmiðju í Kína til þess að geta nýtt rússneskt gas þar sem hefðu náttúrulega geta nýtt heima fyrir sér ef þeir hefðu ekki hægt að kaupa gas af. Hvað segir þessi að það sé betra viðskiptalega fyrir Evrópu að vera í góðum viðskiptasamskiptum við Rússland af því að sumriti ferða vel saman, hann er mikil orka sem að Rússar eiga stórt land og miklar auðlindir á meðan að Evrópa hefur kannski tæknigetu og svona gamla niðna til þess að nýta sér að það færi miklu betur á því að hafa Rússar sem vini en óvini. Já, það er ekki að gerast í dag. Þú sér að Evrópusambandið að nánast að kyrkja Rússland svona orkulega séð þá að stöðva allan orkuinnflutning, gas og olíu frá Rússlandi á næstu 2-3 árum. Trump að segja að það er að kyrkja Evrópu. Ekki Rússland. Nei. Evrópa ég meina sjáðu Danmörku með sínar vindorku og sólarorku, þeir að flytja út orku á góðum dögum. Evrópa bara að verða sjálfbær í orkumálum eftir nokkur ár og þarf enga rússneska olíu eða gas. Það stefnan í dag. Og þú telur, þá þekkir náttúrulega að Trump myndi segja það að fara að veðja á endurnýjanlega orku, að það mun draga úr efnahagslegri getu ríkjanna. Þess vegna vill hann veðja bara á jarðefnaeldsneyti. Og segir þetta sé bara röngstefna. Men þetta bara eitt af gildum Evrópuríkja. Það sem sagt sjálfbærni og loftslagsmálin eru tekin alvarlega meðan Trump sleppir öllum böndum af þessu núna. Það má bora eftir olíu og menga eins og bara getur. Hann búinn að taka út þessi mengunar og loftslagsmál sem Biden setti á. Þannig að Bandaríkin eru bara með önnur gildi en við, Evrópubúar. Við viljum bara ganga vel náttúruna. Eins og olíuríkir ofta þetta var að sömuliti komið í kosningunum í Noregi að það voru einhverjir flokkar sem að vildu draga úr olíuleitinni og vinnslunni. Það var ekki vinsælt í Noregi. Nei. Þeir vilja bara græða á sinni olíu. Já, halda áfram að græða olíunni. En þetta Evrópusambandið með mjög skýra stefnu í loftslagsmálum og orkumálum. Og eitt af því bara að losa sig við rússneska olíu og gas. Það náttúrulega verið að þjarma að Rússum. Rússland eins og ég sagði áðan minna hagkerfi en Ítalía og lætur eins og þau geti stjórnað Evrópu og ráðast inn í fullvalda ríki. Við verðum bara að stöðva þetta með eða án Trump. Ef hann vill ekki taka þátt í þessu, þá gerum við þetta bara sjálf. Nú fréttir dagsins það að Zelenský að senda þau skilaboð, hann sætti sig við svona kórustöðu. Að þetta verði bara frosið á vílinni. Það það sem að Trump vil gera, hann vil frista vílinuna. Í fréttunum Zelenský að senda þau skilaboð að hann geti sætt sig við þá stöðu. Þá hann að gefa eftir 20% af landinu sínu. Hann hefur ekki aðra valkosti þegar Bandaríkin eru búin að draga sig tilbaka og hann treystir ekki, þú bara hlusta á Zelenský, hann alltaf að tala Bandaríkin. Hann hefur ekki ríka trú frekar en nokkur í Úkraínu að alltaf treysta á, belgíska herinn. Það ekki, og þú heyrir það líka bara í ríkjunum í austrinu, þau hafa alltaf séð fyrir að öryggistryggingin bandaríski herinn. Ekki svona hugmyndin að kannski seinna meir ef til vill einhvern tímann í framtíðinni verði til evrópskur her. Nei, ég meina það þetta súrt að þurfa að afhenda ofbeldislandi hluta þínu landi. Við myndum ekkert sagt okkur við það að missa Austfirði að því einhver land ráðast inn. Nei. Það er ekki gott fyrir Íran að Bretarnir séu ennþá með norðurhlutan. Einhver skrifaði daginn að það myndi kosta 100.000 mannslíf, úkraínsk mannslíf, að ná þessu landi aftur. Og menn eru kannski farnir að segja, ekki bara skynsamlegra bara að láta það fá þetta land og fá frið í staðinn. Þetta hugsaði bara hvernig að alast upp börn og unglingar í Úkraínu með sprengjur á hverju kvöldi. Þetta bara gengur ekki og það kannski fórnandi þessum landskika fyrir það en á móti kemur að staða Rússa í alþjóða samfélaginu verður náttúrulega bara engin eftir þetta. Trump bara í fyrradag í tveggjata heimsókn í Indlandi og fór vel á með þeim. Gerði alls konar samninga heilbrigðisþjónustu, meðal vestrænna þjóða og þegar Trump fer þá mun þetta breytast aftur. Þá verður bara Putin og Rússland bara non grata. Það verður engin samskipti við svona land sem að telur sig geta ráðist inn í annað land. Það verður bara byggður upp varnarmúr milli Rússlands og Evrópu
með hergögnum væntanlega og hermönnum vegna þess að það ekki hægt að treysta Rússlandi lengur. Þannig það verður svona eiginlega megin verkefni sameinaðrar Evrópu að verjast Rússlandi. Eitt af stærstu verkefnunum, já. Meðan Pútín ræður þarna, kannski kemur einhver tíman annar forseti sem að hugsa öðruvísi, maður skildi nú aldrei útiloka það, en svo aðrir sem segja að Pútín sé kannski skástur af þessum haugum sem að stjórna Rússlandi. Gæti kannski áttu Trump líka, þú getur ekki að verra þar líka. Að þú ert að telja dagana? Já. Það nú margir sem veðja núna á ríkisstjóra Kaliforníu, Newsom, sem næsta forseta. Ég held að sé engin vafi að republikana munu missa meirihlutann í þinginu og missa forsetan innan 4 ára. Það verður kannski eftir því hvernig þróun efnahagsmála verður og Trump trúir því að það muni skána á meðan að andstæðingar hans trúa því að efnahagsmál og lífskjör almenning muni versna. Já, það margar fréttir sem koma frá Bandaríkjunum núna, bændur óánægðir, verksmiðju eigendur óánægðir, verðbólgan komin af stað. Hún verður að lækka vexti þar, auðvitað þér. Já, það gengur reynda mjög hægt, en hugsaði bara eitt sem að gerast ef þú ber saman Bandaríkin og Evrópu. Það alltaf að tala um hnignun í Evrópu og hagvöxt í Bandaríkjunum. Sko 60% persónlegra gjaldþrota í Bandaríkjunum. Það kom skýrsla um þetta í síðustu viku. Vegna hvers það? Vegna sjúkrakostnaðar. 600.000 manns fara á hausinn í Ameríku á ári út af sjúkrahúskostnaði. Bandaríkin eru ríkt land, en það eru líklega 70% þjóðarinnar mjög fátækir. Já. Þeir eru með langhæsta hlutfall með heilbrigðiskostnaðar í heiminum. 15,6%. Evrópa í kringum 10%. Samt svona heilsugæslan í Evrópu og heilbrigðiskerfi Evrópusambandsins byggir á því að þú hafir aðgang að heilbrigðisþjónustu og til dæmis algjörlega skrifað það að ef þú fær krabbamein. Það er mjög ólíkt á milli landa. Það er ekki sama heilbrigðisþjónustan í Íslandi og í Danmörku. En það er mjög skýra línur gæði heilbrigðisþjónustu í Evrópusambandslöndum. Og til dæmis ef þú fær krabbamein, það eru sérstök lög sem skylda löndin til að annast krabbameins sjúkt fólk án greiðslu. Og þú sér það líka, þú ert tryggð, þegar þú fer til Evrópu, þú ert sjúkratryggður. Þú getur farið inn á hvaða spítala sem sem Íslendingur. Þú hafnar kenningu Trump að það sé efnahagsleg lægð í Evrópu. Sko það þetta er bara einhver áróður hvað kallar lægð? Það að tala um hagvöxt? Já, það er hagvöxtur 1-2% hagvöxtur búin að vera í Evrópu núna í mörg ár og hann hærri í Suður-Evrópu og minni í Mið-Evrópu, en það hagvöxtur í Evrópu í álfu sem ekkert að fjölga. Okkur fjölgaði hérna, þess vegna kom hagvöxtur til Íslands, en hagvöxtur á mann bara mjög svipaður í Evrópu og Íslandi. Þannig að talandi einhverja efnahagslega lægð eða hrun í Evrópu. Þú hafnar því? Hagvöxtur markmið í sjálfu sér? Hagvöxtur, ég meina, eldgos, jarðskjálftar, skógareldar auka hagvöxt, mengun eykur hagvöxt. Viljum við endilega bara mæla framfarir í hagvexti? Mörg lönd bara hætt þessu. Bútan til dæmis mælir ekki hagvöxt, þeir mæla bara langflestu lönd, þá það bara skiptir þetta miklu máli í pólitíkinni. Bara 1-2% hagvöxtur eins og í Evrópu? Þetta ekki bara nóg? Þurfum meiri hagvöxt? Ég spyr. Það sjónarmið. Já, ég með það sjónarmið að hagvöxtur, ég meina, allur hagvöxtur gengur á náttúruauðlindir, við vitum það. Hagvöxtur eykur mengun, þannig að ef við hugsum bara næstu kynslóðir, viljum við hafa þessa hagvaxtar hugsun endalaust sem gengur á náttúruauðlindir og eykur umhverfisspjöll. Ég ekki sannfærður að hagvöxtur sé eini mælikvarði á En ef við myndum spyrja alla Evrópubúa, 450 miljón manns sem í Evrópusambandinu, má bjóða okkur hagvöxt eða ekki? Þú getur farið ég myndi halda að svona 90% myndi segja já takk. Já, sko, ég ekki viss. Þannig að ég meina að við verðum þína skoðun, en ég held að það sé ekki svona einn almenna skoðun í Evrópu. Sko,
Eurobarometer stofnun sem mælir ánægju Evrópubúa með Evrópusambandið og evruna. Síðasta könnun 73-76% kringu þetta, sem sagt yfirgnæfandi meirihluti Evrópubúa bara ánægður með veru landsins í Evrópusambandinu og þau hagskilyrði sem í landinu og ennþá fleiri ánægð með evruna. Þarf að segja meira. Akkur ætti að spyrja, ertu ánægð með hagvöxtinn? Sko, hann sér hann sér í efnahagslegri stöðnun og í yfirráðum fjölþjóðlegra stofnana sem við vitum að hann er á móti Sameinuðu þjóðanna meira að segja. Hann segir að þetta muni leiða til ennþá meiri efnahagslegrar stöðnunar og þar fyrir utan að þá bætist við það sem hann gagnrýnir mest innflytjenda stefna Evrópu, landamæri Evrópu eru allt og opin og það flæðir inn fólk af annarri menningu heldur en Evrópu og munu grafa undan evróskum karakterenginum eða ég mann rétt svona hvernig orðanlega honum sem að munu leiða til þess að innan kannski bara mjög skamms tíma þá verði þessar þjóðir að taka ákvarðanir sem að munu fjarlæga við ennþá meira þessum evróska þjóðarkarakter og gera það mjög ótraustum bandamönnum Bandaríkjanna. Hvað segirðu við þessu? Já, sko, fyrsta lagi og ég ætla að biðja ekki að bera mig fyrir eins og þessi mína skoðanir. Þarna hann, ekki þú, að kasta segjum ekki stein úr glerhúsi eða var það öfugt. Ég veit ekki. Hann með miklu fleiri innflytjendur en Evrópa. Hann að henda þeim út, sko. Hann hend út einhverjum þúsundum, skilur. Já, Home Security var að kaupa sér þotur til þess að flytja þetta fólk í burtu. En þeir ráðast inn á heimili fólks og kalla fólki bara garbage, úrgang. Þetta náttúrulega, sko, þetta bara minnir á 4. áratuginn í Evrópu. Ég segi ekki meira. Það bara þannig. Þess vegna ég til þess alltaf að hlusta á hann. Mér finnst eins og að ég sé í sögukennslu það hvernig það gerðist að Þjóðverjar hægt og bítandi létu þetta yfir sig ganga. Mér finnst við vera bara að læra það núna í dag. Það svolítið svona merkilegt að þessi sem að ráðast að ná í þetta fólk heita ICE eða Immigration Customs eitthvað. Kannski breytist Bandaríkin í ICE land, ég veit það ekki. En allavega hann með miklu stærra immigration vandamál heldur en Evrópa en hins vegar get ég alveg viðurkennt það að Evrópa var með opin landamæri eins og Merkel opnaði fyrir 1,5 milljón sýrlendinga sem reyndar Merz núna, kanslarinn nýi, hann að taka miklu harðar á þessu og það verið ekkert ósvipað að vera að gera hérna á Íslandi. Akkur segir það verið mistök hjá Merkel? Ég á því að þetta hafi verið opnað og mikið. Við sjáum bara að það eru vandamál í Svíþjóð, Þýskalandi og víða. Þetta að breytast. Núna verið að taka á þessu harðar en áður. Á móti kemur reyndar að svo mikil hagvöxtur í Grikklandi. Hagvöxtur í Grikklandi það mikill að þeir fagna flóttafólki. En vandamál Svíþjóðar að það voru opin landamæri? Ég held að séu flesti sammála það að Svíjar hafi opnað landamærin og mikið Þjóðverjar opnuðu sín. Þeir engavæddu grunnskólakerfið sem var þess valdandi að kennsla í skólum í fátækari hverfum þar sem innflytjendur búa helst brotnaði niður og meðan það var betri kennsla sem fór í betru settu kerfi. Þannig að það var félagslegt svona niðurbrot sem átti sér stað. Fyrir utan það að þá eru glæpamennir í Svíþjóð, þetta ekki bara mennur frá Suður-Evrópu? Ég held að við getum ekki gert lítið því að það hefur skapast mikil spenna í Evrópu vegna innflytjenda. Það bara verið að reka pólitík eins og séðu Farage, séðu Miðflokkinn í Íslandi, séðu AfD. Meira séð flokkar í Austur-Evrópu þar sem eru tiltölulega kannski bara 3% innflytjenda eins og lög og réttur í Póllandi. Þeir getur ekki þessa pólitík. Núna, ríkisstjórnin á Íslandi núna, hún að taka á þessu málu núna. Þorbjörg Sigríður að taka á hafa meiri kontroll á komu. Út af pólitísku þrýstingi. Já, ég meina Íslandi búið að opnast á landi í Evrópu. 20.000 dvalarleyfi gefin út á vegum fyrrverandi ríkisstjórnar. Hún opnaði landið, þetta var bara eins og... Mennur út af Venezuela og Úkraínu? Jú, sérstaklega Venezuela og mörg önnur lönd. Hér, landið var bara galopið. Núna verið að taka loksins á þessu.
Það er verið að tala móttöku búðir, þannig að fólk fari ekki inn í hótel í Reykjavík. Fjölgun innflytjenda á Íslandi er fyrst og fremst EES-samningurinn. Já, ég er ekki að tala um það. Hælisleitendur fyrir utan þessi 2 dæmi sem þú nefnir. Venesúela-mennirnir hafi ekki farið hæðst upp í svona 2000 og Úkraínumennirnir komið í 4000. Það kom fram í síðustu skýrslu daginn að það er búið að gefa út 20.000 dvalarleyfi á Íslandi. Þetta er sko margfalt meira heldur en í löndum miðað við fólksfjölda per mann og þannig að þetta hefur bara verið lausatök á þessu. Ég er að tala um dvalarleyfismálið, ekki fólk sem kemur hér að vinna gegnum EES-samningin. Við erum að hafa það alveg á hreinu. En ég held bara að Evrópa er bara á réttri leið núna að það er verið að hafa meira eftirlit á landamærunum, það er verið að koma betri skönnum, andlitsskannar og vegabréfseftirlit. Vegabréfeftirlit er að eflast í Evrópu. Ég held að þetta leysist og Trump þarf ekki að hafa ágjörð þessu, hann á bara að hafa ágjörð á sínum málum, á sínum innflytjendamálum og ekki vera að skipta sér að því hvernig við í Evrópu gerum þetta. En þú ert einhver leyti sammála Trump að þetta sé vanda í Evrópu og Evrópa verði að bregðast öðruvísi við vegna þess að ómikið fjöldi innflytjenda grafi undan. Ég er að segja að Evrópa er að bregðast við þessu og er að taka á þessu máli á mjög skynsaman hátt og ég held að þetta verði ekki vandamál. Hugsaðu samt sko, það var gerð könnun í Afríku og Asíu og það er talað að sé svona 500 milljónir manna sem vilja komast til Evrópu. Þetta getur nú ekki verið slæmt ástand þó að hagvöxturinn sé ekki með 1%. Þetta er bara land, meginland Evrópu, er líklega einhvern best lukkaða tilraun í heimssögunni. Þetta er fyrsta friðartímabil og lengsta friðartímabil í 3000 ára sögu Evrópu. Loksins er friður í Evrópu. Hvers virði er það? Trompar það ekki bara hagvöxt og fleira að hafa frið innan Evrópusambandsins. Þannig að ég er algjörlega ósammála því sem að Trump-skýrslan er að segja Evrópu og hann ætti bara að skamma sín fyrir það hvernig hann og þessi skýrsla er að úthúða okkar meginlandi sem við erum hluti af í gegnum EES-samningin. Já. Hann gagnrýnir leiðtoga Evrópu og segir það til dæmis í viðtölum að þetta eru menn sem að njóta einskis stuðnings meðal sinna þjóða. Það er bara ránt. Nú ekki að með að skoða svona... Það er bara ránt. Ég meina að það er lýðræði í öllum Evrópuríkjum. Fólk er kosið í gegnum lýðræðislega kosningar. Hann er líklega að vísa til þess að þeirra almenningur er spurður eins og er gert í okkur að það eru 58% Íslendinga sem styðja ríkisstjórnina. En það eru 12% Breta sem styðja ríkisstjórn hér Starmer. Og við vitum það báðir að það er erfitt að stýra í slíkum andur. Og það er sama á við Macron og hann er aðeins skárri Merz í kanslari Þýskalands en ég held að hann sé, ef þú tekur alla leiðtoga heims að þá eru þeir í neðstu sætunum, Starmer og Macron og svo er Þýskaland í 4. sæti. Þeir voru kosnir í lýðræðislegum kosningum þannig að menn verða bara að bíða rólega fram að næstu kosningum. Þessi menn stjórna, þessar ríkisstjórnir stjórna landinu fram að næstu kosningum eins og hér á Íslandi. Ég held að skoðanakannanir fylgi ríkisstjórna milli kosninga skipta þar einhverju máli. Þú hefur umboð til að stjórna. Það þarf ekki að vera óvinur Evrópu til að velta þið fyrir sér sko, er þetta merki þess að stjórnmálakerfi í Evrópu sé einhver leyti veikt eða gallað að við sitjum uppi með í öllum. Við getum bætt við dönsku ríkisstjórninni þar sem samanlagt fylgi flokkana sem var bak við það komið undir held í 30%. Það var ekki Churchill sem sagði lýðræði er bara skásti kosturinn. Hann er ekkit góður endilega. Það er ekki fullkominn. Við getum stundað lýðræði með mismunandi hætti. Þetta er bara besta sem hefur verið fundið upp í sögu mannsins. Við getum stundað lýðræði með bestum hætti. Ég sem að Trump mun haldaði fram að hann sé að styrkja lýðræði í Bandaríkjunum með aðgerðum sem að þú myndir líklega segja að væri til þess að veikja lýðræði. Hann verður að brjóta niður
valdreift lýðræði og svona check and balances og annað slíkt. Það verður bara að flytja all völdin á eitt stað. Hann segir að það sé til þess að styrkja lýðræði. Það sem að hann er að tala veika leiðtogi í Evrópu og ég meina alveg eins og það eru Evrópusinnar sem hafa bent á að Evrópu vanti, þú nefndir Merkel, menn horfðu til hennar á sínum tíma. En okkur vantar eiginlega sterka leiðtoga, ekki síst út af ástandur sem þegar Bandaríkin draga sig tilbaka, að þá skiptir máli að Evrópu þjóðurnar komi sér saman ykkur heildstæða stefnu og til þess að það verði, til þess að við getum unnið okkur frá ólíkum hagsmunum í Norður-Evrópu og Suður-Evrópu sem getur verið efnahagslegar, ólíkum öryggishagsmunum Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu. Ég held að til dæmis Portúgalar og Eistar horfa allt öðruvísi á ógnina af Rússlandi. Ef við ætlum að búa til ykkur heildstæða stefnu út úr þessu, þá vantar okkur kannski eitthvað svona leiðtoga sem gæti gert það. En það ég held að þessi fáir sem benda á þessa þrjá þarna sem ég hef nefnt, sem einhverja... Já, það sko, hver í stjórna Evrópu í dag. Þau hittust nú bara í fyrradag í Bretlandi með Zelensky, Ursula von Leyen, Starmer, Metz og Macron. Þetta svona leiðtoga teymi Evrópu í dag. Og mér finnst þetta bara að vera öflugur hópur sem að stýra. Það tekur ekki undir með Trump að þetta sé lúsera. Já, það kallar að lúsera. En við getum alveg vitnað í umræðu bara inn í Evrópu sem ekki með þennan tón Trump sem bendir á að það svona leiðtoga kreppi í Evrópu. Það mikil pólitísk átök í öllum löndunum. Ég meina það það endilega slæmt. Það eru mótmæli á götunum. Ég segi bara lýðræði og heimskipan efnahagsmála og jafnréttismála og fleira. Evrópa bara as good as it gets. Okay. Þetta verður ekkit mikið betra og hefur aldrei verið betra í sögu heimsins. Ég meina, hérna áður fyrir voru... Allra besti heimur, allra besta heima. Ég meina, leiðtogar hérna í gamla daga lömdu fólk bara áfram og það var ofbeldi og í dag erum við þó með heimskipan í Evrópu og hluta til náttúrulega í Bandaríkjunum, Kanada. Sem allir heimslutar öfund okkur af þessu. Já, en Bretar eru að handtaka ömmur sem eru að styðja Palestínu. Já, ég ekki heyrt talað um það. En ég held, Gunnar, við erum bara bjartsýnir. Sko, við búum sem betur fyrr í heimsluta, það sem bara skynsemi, siðferði, jafnrétti og fleira ríkir. Við erum bara ótrúlega heppnir báðir að vera uppi á þessum tímum þar sem að einræði og gerræði fær ekki að stjórna. En það nú að vaksa meira núna á undanförnum misserum heldur þú nokkuð. Ég að tala um Evrópu núna. En það líka í Evrópu. Já, en ég meina... Akkur heldur að Trump sé að nefna þessa flokka? Sko, öllum horfum bara á stórumálin og aðalatriðin. Ég segi bara Evrópa blómstrar í dag sem ríkjasamband og ríki sem eiga svo margt sameiginlegt og við Íslendingar eigum bara að vera fullgildur hluti af þessu. Herðu, eitt hérna... Og tökum það fyrir á næsta fundi. Úkraína. Það náttúrulega Trump og Evrópuleiðtogarnir ekki sammála þar. Og hann talar og hann segir að það var hellt sér yfir þá, ringt í þá og skamma þá, eins og hunda. Og það sem hann að skamma þá fyrir að gangast ekki við raunveruleikunum, að Úkraína hefur engin tromp á hendi, eins og sagtir, eins og hann hefur sagðið engin spil á hendi. Já, spil á hendi, við myndum líklega að segja tromp á hendi á íslensku. En og hann og Evrópuþjóðirnar geta ekki horfst í augu við það, að stríðið að tapast og staðan verður bara verri því lengur sem við frestum af því að semja, því verri verður staðan. Þetta ekki mitt stríð, ég kom ekki nálægt þessu, ég ætla ekki að koma, ég ætla að draga mig bara tilbaka, en ég ætla að gera úrslita tilraunir við að koma á friði og þetta eru mína tillögur og ég bara skil ekki af hverju þið gangist ekki við þessu. Því að þið, það sem að þið hafi verið að gera undanfarið að þið hafi viljað heyja þetta stríð með mannslífum úkrænumanna, með peningum og hergögnum frá Bandaríkjunum og þið hafi getið verið lagt til sjálfur hent einhverjum peningum í þetta. Núna eru það að gæla við að taka sjóð í Belgíu sem mjög óraunhæft að verði nokkuð tíman og þeir eru vel ekki tilbúnir að standa undir Evrópa, þannig að þetta verður alltaf innihaldslaust frá upphafi
og núna sittum við uppi með stórkostlegt vandamál, erum við búin að gera hérna Rússland að ykkur ævarandi óvinni, það er líklega eina leiðin ykkur til að sameina Evrópu er að sameina ykkur í óttanum við hérna Rússland og þið hafið bara, hvernig þið hafið haldið á Úkrænumálinu, hefur þetta skapað stórkostlegan vanda í Evrópu. Með einhvern veginn svona gætan að orða þetta. Já, þetta þetta búið að vera í tæp 4 ár. Ég meina, Evrópa hefur verið að vakna í 4 ár, getur við sagt. Kannski og svafa fast. Nei, ég meina, þetta náttúrulega hver býst við að ríki ráðist inn í annar ríki og bara steli löndum og börnum og öllu. Þetta þetta ný staða. Inn í Írak fyrir skömmu, NATO réðst inn í Afganistan fyrir skömmu, NATO var að bombardera hérna Serbíu, NATO var að bombardera Líbíu. Nú ertu komin í fornöld, sko. Nei, ég er að tala um þessar öld. En ef ekki að tala allt sem ég sagði var þessar öld. Já, en af hverju hefur Evrópa ekki brugðist harðar við? Og Ísraelsmenn eru með þjóðarmorða á Gaza og Evrópa eiginlega rétt upp hönd af ótta við að styrkja Bandaríkin. Tölum aðeins Úkraínu. Af hverju hefur Evrópa ekki brugðist hraðar við? Ég veit ekki. Þetta er bara góð spurning og hérna, ég meina, Evrópa var með gasleiðslu frá Rússlandi og keypti olíu frá Rússlandi. Það tekur bara tíma að búa til nýja stefnu í þessum öryggismálum Evrópu. Ég held hins vegar þetta að koma núna. Evrópuleiðtogarnir eru mjög sammála það núna hvað ég gera. Það þegar byrjað að auka hergagnaframleiðslu og þeir ætla ekki að láta Rússa komast upp með þetta. Og þetta geta ekki sendt hermenn þarna inn, þú talar úkraínsk líf. Evrópa getur ekki sendt inn hermenn þegar þá NATO komið í stríð við Rússland. Það náttúrulega bara gengur ekki. Samt segir Macron það. Þannig að þetta hefur verið þannig. Og samt kallar Zelenski eftir því. Já, hann er meira að gera það bara í dag. Það er bara ekki raunhæft. Hann er að gera það í dag að segja ég til í að verði kosningar í Úkraínu. En þá verður Evrópa að koma hingað með hermenn til að tryggja sér friður í 2-3 mánuði. Og hann er náttúrulega að segja þetta bara til þess að reyna að lokka þá inn. Leysum Úkrænustríði fyrst. Það sem þarf að gera núna, ég held að þetta endi með því að eins og Trump reyndar að leggja til að þeir frysta þessi landamæri og Rússar fá að halda þessu blóðsúthellingum líkur. Úkraínumenn geta farið að byggja upp sitt land aftur með aðstoð Evrópu, kannski með þessa 300 milljarða evru sem eru frosnar í Belgíu. Ég held að akkur má ekki losa þann pening. Það vantar þessa 300 milljarða bara til að byggja hús og vegi. Ég held að belgarnir getur bara ekki þeim verður örugglega bara þvinga. Evrópski seðlabanki vill það ekki. Já, ertu viss um það? Hann átti að koma einhverja tryggingar fyrir belgana. Hann sagði bara nei. Það voru enda normenn sem ætlaði að koma með tryggingar og fleiri lönd, sko, en ég held að þetta kemur ljós 18. desember. Ég held að við verðum bara sætt okkur, ég held að við þurfum að sætt okkur við að kostar á mörg mannslíf að ná þessu landi aftur. Það verður bara eins og bara Suður- og Norður-Kórea, það verður að setja þarna einhver svona línu, það verða evróskir hermenn, friðargæslumenn sem passa upp á þessu línu og Rússarnir hinna með við girðinguna. Og þetta er bara eins og í Kóreustríðinu er ekki lokið ennþá, það er ennþá. Það er bara vopnahlé. Þarna yrði vopnahlé og Úkraínu verið gert kleift að byggja sig upp, ganga í Evrópusambandið. Það sé á borðinu núna. Zelenski vill að það gerist fyrir árinu 2027. Já, það er bara mjög, held ég, gott fyrir Evrópu að þetta land yrði með og þannig að við tryggjum friðinn í Evrópu með þessum hætti. Þetta er kannski það eina sem er jákvætt í þessari öryggisstefnumótun Bandaríkjanna, að það er svona ákveðin friðartónarna og Trump auðvitað komið þessa friðaráætlun. Það er verið að ræða hana fram og tilbaka. Ég er bara bjartsýnn á þetta leysist. Áður en 4 ár eru liðin sem eru 22. febrúar 2025. Nýjasti frestur Trump til jóla, það sem Zelenski hefur til þess að setja sig við þetta. Kannski verður hann hérna í framtíðinni verður minnst á sem einhver svona friðar, að fá ekki bara friðarverðlaun FIFA, heldur kannski eitthvað aðeins merkilegra. En inn í Úkraínu sem eftir það er gríðarlegur fjöldi af fólki sem hefur flúið fyrir þá sem hafa dáið og örkunnast. 8 milljónir flúnar. Já, en síðan eru náttúrulega, það voru þarna yfir 50 milljónir þegar landið var sjálfstætt. Núna eru líklega bara 28 milljónir eftir í þeim hluta sem að Kyiv stjórnar, eða kænugarður.
Það samt, sko, þetta svona sæmilegt Evrópuland sem í hryllilegri stöðu. Og þegar að tillagan kemur það að Úkraína gangi inn í Evrópusambandið, þá verða lönd þarna sem eru svona í fátækari hlutunum, sem horfa inn á það að hluti af því sem var ávinningur fátækari landa gangin í Evrópusambandið var stuðningur við borgum inn í EES, ekkert mikið, en þeim normenn gera töluvert og Hollendingar, Skandinavía, Þýskaland, Frakkland borga meira heldur þau fá. Löndi sem að fá meira heldur þau borga, að þau horfa náttúrulega á það að ef að Úkraína gengur inn í Evrópusambandið, þá munu þau þurrka upp alla þessa sjóði. Heldur þau horfa ekki á það? Nei. Þetta samvinnu hreyfingunar og við í samvinnu hreyfingu stýður fólk hvort annað og ég meina Evrópa, þetta moldrík heimsálfa og Evrópusambandið, þetta eru samtök sem geta stutt við ný lönd sem koma inn og hefur verið að gera það. Búlgaría, Rúmenía, Eystrasalöndin, öll lönd fengu stuðning og þau blómstra í dag. Jú, ég meina miðað sem var áður. Manstu hvernig Rúmenía og Búlgaría voru í gamla daga? Þetta bara komið. Eystrasalöndin hafa þurft að veikja sig mjög mikið vegna þess að til þess að standast hvað Evrópu, hvað má skulda mikið og hvað hallin má vera mikið. Ég þekki fólk í Íslandi sem sagði mér það að þegar þau tók upp evruna voru 14% vextir í Íslandi. Það tók þá 3 ár að fara niður í 2%. Og taka upp evru og loksins segir þetta fólk, loksins erum við bara alvöru land með aðstoð Evrópusambandsins. En við vitum alveg að það ef við tökum þess eins og Pólland, þá sjónarmið þín eru kannski ríkjandi í stærstu borgunum. En þú þarft ekki að fara að keyra lengi út í sveitinnar til þess að heyra annað. Þú heyrir það meira þess að inn í Þýskalandi. Samt 73% Evrópubúa ánægt með þetta. Þetta getur ekki verið svona slæmt. Það pólitískur raunveruleiki að það bara hipsum haps hvort stjórnmálaaflið vinnur kosningar í Póllandi. Það bara rambar á svona rambar bara að hvort sjónarmið verður ofan á það vinna kosningar hafa núna undanfarið unnið til skiptis að þínir menn unnu þingkosningarnar og hinir unnu forsetann og svona heldur þetta áfram. Inn í Þýskalandi, að þá sjáum við í Austur-Þýskalandi, þar sem AfD hefur góða fótfestu með yfir 30% fylgi í austurhéruðunum út af því að þegar þú ferð út í svona dreifðari byggðir og út fyrir borgirnar það sem eru svona eins konar riðbelti sem ekki náðu að endurnýjast, þar eru sjónarmið sem eru ekki á þinni línu. Við getum farið til Tékklands, við getum farið til Ungverjalands og við getum fundið þetta alls staðar og þetta bara raunveruleiki að þetta mismunandi sjónarmið í Evrópu og sem að snúast að miklu leyti það hvort að við séum að græða á Evrópusambandinu eða ekki. Þegar að Úkraína kemur inn að þá munu þau lönd sem að standa veikast og hafa stólað upp á það að fá stuðning Evrópusambandsins við að þróast. Við getum ekki Portúgal, við getum ekki Grikkland. Heldurðu að það verði ekki sjónum, þú setur þessi samvinnuhreyfing. Ef það samvinnuhreyfing þá svífur það hugsjónin yfir okkur og við erum allir samvinnumenn og það kemur ekki inn í herbergin nema að vera samvinnumaður. Inn í Evrópusambandinu það ekki þannig að það séu allir búin að gangast inn á það að vera samvinnumenn þegar þeir setjast við borðið. Þannig það muni vera átök inntöku Úkraínu inn í sjálfsögðu. Þetta bara eðli samstarfs. Og þú trúa því að Evrópa lifi slíka ágreining af og verði sterkar eftir? Ég alveg samfærður það og ef að lönd vilja fara út úr Evrópusambandinu þá bara gera þau það. Ef þau bara kjósa að fara út eins og Bretar þá bara fara þau út. Bretar daginn eftir Brexit hefðu getað farið út. Þeir voru að reyna að semja einhver skilyrði. Það var þeir sem töfðu Grænland fór út, Bretar fór út, ef einhver vil fara út úr þessum samtökum, það bara, þú ert í Rótari og hættir í Rótari, þá bara ferð út. En við Íslendingar viljum vera í samtökum, eins og EES náttúrulega bara hálfkák að mínum mati, það miklu betra fyrir okkur að gera þetta almennilega og ganga inn í Evrópusambandi sem fullgildur aðili, ekki svona hálfgildur aðili. Þetta eiginlega skilgreining á fullveldis afsali að vera í EES. Þú færið allar reglugerðnar en hefur ekkert það að segja. Myndið þú gera það? Þetta eins og verið í húsfélagi, þar sem að þú borgar ekki í sjóðinn og færið ekkert að segja neitt á húsfundum.
Leigjendur lifa við það. Leigjendur lifa við það. Fólk getur lifa við alls konar. Já, reyndar. Herðu, en þú óttast þetta ekki. En ég ætla aðeins að spyrja vegna þess að nú Evrópa á miklum tímamótum og hefur ekki verið á meiri tímamótum, ekki sem að við munum eftir. Nei. Og ég tók þetta dæmi efnahagslega, gæti orðið togstreita á milli ríkari og fátækari landa og annað slíkt. Það snýst efnahagsmálin. En núna þegar öryggismálin eiga að vera í Evrópu og þegar Bandaríkin draga hönd sína tilbaka og það er sagt að hönd Bandaríkin hafi aftur að því að yrðu átök á milli Evrópuríkina því að þurftir ekki að deilu neitt því að Bandaríkin bara réðu. Nú ætla þau að draga hendina tilbaka og Evrópa verður að ráða. Og þá eftir að koma í ljós sem er kannski engin hefð með marga áratugi fyrir það að Evrópuþjóðirnar komið sér saman sameiginlega stefnu í öryggismálum. Og þá kannski dragast fram ólíkir hagsmunir Eystrasaltsríkjanna og Portúgal segir það, eða Noregs og Grikklands, ég held að Grikkir hafa bara enga sögu af því að vera einhverju vesinni með Rússa eða það. Ég held ekki. Gunnar, ég er bara bjartsýnn maður. Ég meina, einhvern tíma sagði einhver bjartsýnir menn finna alltaf bílastæði. Ég fann bílastæði hérna, það var eitt laust bílastæði, ég fann það sama með Evrópu. Ég er bara bjartsýnn á framtíð Evrópu og þarna verði þetta átök á milli landa, það er bara eðlilegt. En þetta er bara nútíma leið til að efla hag fólks er að vinna saman. Og það til þess þarf að vera samkomulag í landinu. Það verður samkomulag. Ég heyrði einu ummæli eftir að Mers sem að sendi svona hálfgerð skilaboð til Bandaríkjanna og segja að ég heyri alveg tónin ykkar til Evrópu en þið verða að eiga einhvers bandamenn og Þýskalandi til að vera bandamaður ykkar. Sem að þegar á reynir að þá mun hvert ríki fyrir sig taka ákvarðin út frá eigin hagsmunum. Fátækarlöndin mun bara reikna það út, erum við að fá minna núna eftir að Úkraína kemur eða fáum við meira? Nei, við fáum minna, ég er á móti því að Úkraína kom inn. Þú veist, það er mjög líklegt að svona komið, sama með öryggis sjónarmiðin og þá kemur ákveðin veikleiki í Evrópu, af því að þú varst að tala með EES-samninginn. Að þegar að vera að tala Evrópu sem eina einingu í öryggismálum, þá eru það bara alls ekki. Þetta eru bara, ekki 27 lönd í Evrópusambandinu? Það eru bara 27 hershöfðingjar yfir 27 herjum. Og til þess að þetta make sense, þá eru það eiginlega bara búið til einn her, en það bara er engin stemming fyrir því í Evrópu. Gunnar, þetta er skynsamt fólk. og ég menna skynsemin ræður. Og ég er bara bjartsýnn á það að þessi lönd komið sér saman vegna þess að samstarf, samvinna og lýðræði þetta er bara það besta sem hefur verið fundið upp og fólk mun átta sig á því að þetta er svona að gefa og taka og það verður rifist fjármál og öryggismál en ég er bara svona bjartsýnn að þetta er besta lausn fyrir þessi lönd það er engin lönd núna íhuga að fara út úr Evrópusambandinu, engin þau ætla alla að vera að ná fram og ánægja fólks er yfirgnæfandi og ég hef trú á því að komi fleiri löndin Úkraína mun komin og Ísland mun komin og Noregur. Liechtenstein kannski ekki. Noregur er engan áhuga. Já, við skulum sjá hvað gerist. Það er alltaf í pólitíkinni. Ef við förum, þá er EES bara Noregur og Liechtenstein. Það þýðir að Noregur verður bara svona einhver útkjálki í Evrópu. Noregur borgar hvort sem er fyrir samninginn. Einhvern tíma klárast olían. En ég var bara að segja til þess að Störi sagði það út af deilunni tollana á járnblendið. Hann sagði það bara enga líku til þess að við leggjum þetta í þriðja skipti á þjóðina að fara að deila Evrópusambandið. En samt stórhækkuðu hlutabréfin í Elkem. Af því að þetta var svo góð niðurstað fyrir Elkem. Já, þetta var sniðið fyrir því að það koma vel fyrir fyrirtækin. Akkurat. Það bara gleymdist í umræðum í Íslandi. En menn tók ekki eftir því. En þú ert bjartsýnn, þannig að þú trúir á að sá sem er bjartsýnn, hann finnur alltaf bílastæði. Einu sinni var, þú vitlar í það að Bandaríkin hefði verið forystu ríki lýðræðisins í heiminum. Einmitt. Þú glemt að vera bjartsýnn varandi Bandaríkin. Jú, vegna þess að það verður skipt forseta eftir 1137 daga. Þannig þetta er bara svona smá begla. Þetta er smá begla í heimsögunni. Þetta er eins og íslenska hruni hérna 2008, það er svona smá begla. Það er nú marga fjölskyldur sem ennþá liggja í valnum, sem mistu húsnæði sitt og eru búin að vera leigumarkað síðan og geta ekki stöðt sín börn til þess að eignast húsnæði svo hinir. Hrunið á Íslandi
Ég var að skrifa þetta í grein á eyjunni DFF-daginn. Þetta mest lesna greinin núna þar. Það sem ég sagði, ræðum krónuna í alvöru. Ég nefnilega tel að krónan hafi verið helsti orsakavaldur hrunsins á Íslandi. Og hrunið á Íslandi, þetta var langversta hrun í heiminum. Ég meina þýskir vinir mínir, ég spurði hvernig var hrunið á ykkur, hvaða hrun ertu að tala um? Það var ekkert hrun í Þýskalandi. Þjóðarframleiðslan fór niður 1%, hún fór niður 9% hérna. 20.000 fyrirtæki á heimila gjaldþrota og hvað olli þessu? Ég segi, og ég lesi greinar þetta, krónan var aðal orsakavaldur hrunsins. Ef við hefðum með evru, þá hefði Evrópski seðlabanki komið hérna og sagt, hvað það að hugsa hérna? Bankarnir orðnir tíföld þjóðarframleiðslan. Hún 1,5 í dag og við hefðum fengið aðhald skynsams fólks frá Evrópubankanum og sagt bara hætti þessu. Það hefði ekki árið svona alvarlegt hrun. Hrunið á Íslandi var einhvern versta hrun. Þetta gjaldmiðilshrun, hlutabréfahrun og fjölskyldu. Hugsaðu alla fjölskylduna sem lenti í þessu. Og þetta hrun hefur aldrei verið gert upp almennilega að mínum mati. Það vantar ekki bankanexlinn í Evrópu, Danske Bank og Deutsche Bank. Þetta var fyrst og fremst okkar gjaldmiðla að kenna. Við þurfum sem allra fyrst að fara að taka upp hérna alþjóðlegan gjaldmiðl þar sem við fáum útborgað í evrum. Við getum nota peningan okkar erlendis. Tómas, hvað ætlar að gera því? Hvað sagt það verið 1100 og hvað margir dagar? 1137. 1137, hvað ætlar að gera? Ég laði þetta saman bara hérna frammi meðan ég var að bíða eftir þér. Þetta eru sem sagt 1135 dagar í dag. Og hvað ætlar að gera þá? Þannig tíma. Bara bíða? Nei, ég meina þetta gengur yfir. Óttastu ekki það að þetta muni hafa slæm áhrif? Þetta mun styrkja Evrópusamstarfið. Svona bull Evrópu þarna í þessum texta, þetta herðir okkur eins og mótbárur gera yfirleitt. Sammála því, Gunnar? Ég veit ekki. Nei, ég bara veit ekki. Mér finnst þegar ég að fylgjast með Trump og áhrifum hans að þá kemur eiginlega mest á óvart hversu langt hann getur gengið, hvað andstaðan við þetta lítil, hvað gerist rosalega hratt að helviti steypan verður bara normalíseruð. Hún bara komin inn á þing og hún komin út í alla umræðu í Íslandi. Menn að flytja inn eitthvað svona menningastríð sem eiga rætur að rekja í einhverju hvítri yfirburðahyggju í Bandaríkjunum. Það kemur mér mikið óvart og ég hugsa til, þú nefndir 4. áratíðin og ég hugsa til þess að kannski var þetta þannig sem þetta gerðist, að fólk var bara að hlusta og sagði nei, og fór eitthvað að rekna eins og þú, hvað er mikið eftir að kjörtímabili tiltekis manns og þar á götunum. Mér finnst þetta að við lifum alveg ótrúlega sérstaka tíma. Ég held að bara 1135 dagar dug ekki til að breyta svona miklu. Hann má ekki vera lengur. Og hann bara að skemma bandarísk þjóðfélag. Ég er alveg sem að sendir að þið hinna með göttuna þeir að hlusta á okkur og ég mun eiga í einhverjum erfiðleikum að komast inn til Bandaríkjanna. Mér alveg sama. Og ég held að Trump sé að skaða hið frábæra bandaríska samfélag. Hann að skaða samfélag. Skilja það eftir. Og ég held hann eftir að tapa og republikanar eftir að tapa risastórt í næstu kosningum. Bandaríkin eftir að tapa bara á svo margu sviði, eftir að tapa í bara vísindum og þekkingum sem hann að brjóta niður, þeir eftir að tapa í það að þeir áttast ekki á því að Kínverjarnir að veðja á að nýjir orkugjafar verið svo miklu ódýrari. Ég var bara að sjá það í eina frétti í Wall Street Journal núna í dag sem að var verðið sem að gervigreinda fyrirtæki borga fyrir rafmagn í Kína 1/3 af því sem hún borgar í Bandaríkjunum. Og þeir að segja það að þetta ekki allt tækni. Þetta líka getur til þess að framleiða rafmagn og eitthvað fleira sem að Kínverjarnir eru bara að stinga Bandaríkin af. Já, við þurfum að passa okkur heima líka og framleiða rafmagn eins og við gerum með svona virkjunum. Þetta dýrt per megawatt. Ég myndi hika við það. Ég meina það komar núna verið að þróa bara 20 feta gáma sem lítil kjarnorkuver sem duga fyrir heila borg. Þannig að orkugeiri mun breytast mikið. Við þurfum að passa okkur líka fiskimiðin okkar. Ég meina loðnan veiðist varla lengur. Hún búin að flytja sér norður fyrir og hún aðal fæða þorsksins. Það verður fínt þegar þetta verður komið undir Evrópusambandið. Ég meina hvað verður okkar
okkar fiskveiðar þegar sjórinn hitnar og hitnar. Skilur. Það eru ögrænir það eru áskoranir heitir það á Íslandi. Við leysum það ekki. Nei, en bara gaman að spjalla við þig. Já, sömuleiðis, gaman að fá þig á aðventunni. Takk. Og gleðileg jól. Sömuleiðis. Herðin, við ætlum að sitja áfram. Björn Þorláks ætlar að koma og taka næsta kafla í leit okkar að einhverjum skilningi á þessum heimi sem alltaf að breytast. Gjörðu svo vel. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.